Já, góðan daginn áhorfendur góðir og verið velkomnir í Káa TV. Hér eru við að fara að sína leik Káa og Aftureldingar í Mizuno-deild karla í blaki. Það verður vonandi spennandi leikur sem við fáum hér í dag. Liðið mættust einmitt í gær sem við sýndum líka á Káa TV. Sá leikur var svona hálf furðulegur eitthvað. Káa-liðið dreifði álaginu. Leiði strákum að spila sem hafa fengið lítið að spreita sig í vetur. Unnu fyrstu hreinuna en Mosfellingar kom tilbaka og unnu næstu 3 ár og þar með leikið 3-1. En þetta nú bara að fara að bresta á hjá okkur. Við skulum kannski renna hratt yfir liðin. Svona lið gestana skipa. Númer 1 Mikael Lakomi, númer 3 Ólafur Thoroddsen, númer 4 Hilmir Berg Halldórsson, 5 Pjotr Kanja, 8 Kjartan Davíðsson, 11 Sigvaldi Örn Óskarsson, 12 Kristinn Freyr Ómarsson, 13 Edvard Konstantín Bors, 15 Pjotr Kempisti, 17 Alexander Stefánsson og með 20 Radoslav Rybak. Ef við kíkjum á lið okkar Káa, þá byrjum við á Miguel Mateo Castrillo. Hann spilaði nær ekkert í gær, stigasti leikmaður deildarinnar. Gott að sjá að hann í byrjunarliðinu núna. Og svo höfum við Birki Frey Elvarsson, Alexander Arnar Þórisson, Arnar Már Sigurðsson, hann var ekki í hópi í gær, hann mættur aftur í slegin núna. Stefano Nassini Hidalgo, kallaði Kiri, Mason Kastner, Filip Pavel Sjevsík, Þorvaldur Martin Jónsson, Sigþór Helgason, Ingvar Guðbergsson, Vigfús Jónbergsson og Björn Heiðar Björnsson. Nú lífum við svo líka í hóp. Spilaði fyrsta leikinn sinn í vetur, hann Benedikt Rúnar Valtýsson. Því miður ekki með hann í kerfinu. Bætum því eftir þessa leiki. En já, Káa búið að tryggja sér sigur í deildinni og fær sjálfan deildarmeistaratitilinn í hendurnar að leik loknum. Við erum að sjálfsögðu sína beint frá því. Svo sýnum við kvennaleik Káa og Aftureldingar í kjölfarið. Káa stelpur unnu 3-1 sigur í gær. Þurfa aftur á sigri að halda. En þetta farið að stað hérna hjá okkur. Flott rally í fyrsta stigi hérna. Hvar þetta endar. Mateo, já. Fyrsta stigið Káa. Það Mateo, ekki lengi að skora í þessum leik. Við segjum stigasti leikmann deildinni. Munar gríðarlega að hafa hann á vellinum. Flott uppgjöf á Kiri Verðsins velgestirnir og kom boltanum yfir og þetta stig. Ekkert að þessu. Smass í net og niður. Og Alexander Stefánsson jafnar þetta metinn. Það var það Kristinn Freyr sem tekur uppgjöfuna. Kemur hér. Það aðeins og vöst, eða aðeins og löng öllu heldur. Og Káa fær þetta stig. Það var jafnt á nánast öllum tölum í fyrstu hreinu í gær. Munaði aldrei meir en 2 stigum á liðunum. Ótrúlega fyrsta hreina sem endaði 26-24 í Káa. Og þessi allavega byrjar eins, 2-2. Já, eins og ég segi, það verður áhugavert að fylgjast með þessu leik. Káa-liðið eins og núna skipað sínu svona besta liði. Þetta kemur við Sigþór, hann spilaði ekkert í gær, var ekki í hóp. Og hér já, Mosfellingur dæmt þetta stig. Það mjög eðlilegt. Þeir taka fórustuna, búin að skora 2 stig í raununa. Kemur aftur. Það var ekki Sigvaldi sem kom með þessa uppgjöf. Káa-liðið jafnar, óðum. Já, ég segi það byrjar eins og í gær, jafnt á öllum tölum. Það samt rétt að vona að Káa-liðið haldi betur út heldur en frá því í gær.
það mjög leiðilegt að taka við bikar eftir tapleik. Það fullviss það að KA-liðið ætlar sér sigur í dag. Aðeins annað tap KA-liðsins á tímabilinu sem kom í gær. Og hérna Sigþór að skora. Þriðja smasti í KA. Mósvillingar búin að skora öll sín stig úr smössum. Þetta fer fjörlega stað. Hér kemur Matteo. Já. Og vel varist að Kiri og hér kemur Matteo, þrjumar þessu og ágætið tilraun hjá gestunum að reyna að verja þetta en Matteo skorar hérna gott stig. 5-3 fyrir KA. 3 stig í röð og svona finnst bara svona álátbræði leikmenni á KA-liðsins að hérna eru með mættir á fullu krafti og ætla sér sigur og hér mók á gestina. Og KA komið í 6-3. Allt annað að sjá til KA-liðsins þó að sé nú ekki mikið búið á þessum leik. Það var einhver deyfði við mönnum í gær. Þetta vel gert. Alexander Stefánsson minnka muninn í 6-4. Hann að byrja leikinn af krafti. Hér kemur Mason Kastner, frábært smass. Sjálfsögðu uppspilið frá Filip Sjefsik og Mason hrikalega hátt uppi, höndin líka í hæstu setningu og hann bara bombaði þessu beint niður. Rosalega erfitt að verja svona. Hér kemur Sigþór á fín lauma en Arnar vel á varðbergi og hér kemur Matteo. Glæsileg skuttlað þarna. Kristinn bergaði þessu og þetta smassið svo úti. Þannig að KA komið í 8-4. Já. Sér það var svona kannski bæði blanda því það var einhver deyfði yfir KA-liðinu í gær og svo líka að fjall einhvern veginn lítið með okkar liði og Mósvíkingar nýttu sér það gríðarlega vel og sóttu mikilvægan sigur í sinni baráttu þriðja setið. Hér kemur ágætis tilraun en KA-liðið sér verið þessu og Kiri. Flott rally hérna, hvað endar þetta? Já, KA-liðið bjargar þessu og það kom alltaf yfir. Já, Arnar gerir það. Og hér kemur smass. Arnar reynir að verjast í en gengur ekki. Við vissum að Kiri hefði náð þessum bolta ef það hefði ekki verið eitt stykki reytaraborðarna fyrir. En það fyrir bara að hafa það. Einhvers stað þurfa reytararna að vera. 8-5. Sigþór setur hennar bolta aðeins og hátt upp og þessi fer í loftið. Staðan 8-6. Þetta bara einfallega fyrsti ásinn í leiknum. Ekki slæmt hjá honum Eduard Konstantín. Mason Kastner átti nokkra góða spretti í gær. Hann virðist vera klár í slaginn í dag líka. 9-6 fyrir KA-liðinu. Hér kemur Mason. Já. Og hörkusmass hérna hjá Kristni. Hann skorar. Og minnka muninn 9-7. Þeir eru aðeins að koma tilbaka gestirnir. KA 8-4 yfir áðan. Munar aðeins 2 stigum og spurning hvað Eduard gerir. KA-liðin að vera þessu og Kiri hátt uppi og þetta stig gestana. Kiri fyrir hérna í stöngina og hann má ekki. 9-8. Og hér kemur Alexander Arnar Þórisson bombar þessu niður. Gott stig fyrir KA-liðið.
Já, mikilvægt fyrir Káa-lið að nýta Lexa vel. Ótrúlega öflugur strákur, þessi lykilmaður í landsliðinu og búinn að bæta sig gríðarlega síðustu árum, stór og sterkur líka. Og hérna Káa-lið að skora 11. stigið sitt, flott hávörn, fyrsta blokkstigið í þessum leik. Þetta kemur flott uppspil á höfan kant, en Káa-lið verst þessu og hér svo Matteo að þruma þessu niður. Munar rosalega að hafa manni eins og Matteo inn á. Við erum skemmt að skora að vild og hér taka gestirnir leikhlé. 12-8 undir, Káa búið að skora 3 stig í röð núna og virðast hafa svona ágætist taka á þessu, en þetta eru þó bara 4 stig. Svona kíkja aðeins á tölfræði liðana hérna í upphafi. Staðan 12-8 fyrir Káa, 9 stig á Káa eftir Smöss, 6 hjá Mosfellingum, 1 ás hjá gestunum, 1 blokkstig á Káa og 2 mistök á afturlendingu sem hafa gefið Káa stig, 1 hjá Káa sem að Mosfellingar hafa grætt á, 1 missetnu uppgjöf og hún var hjá gestunum. Já, Káa búið að skora mest 4 stig í röð og leiðir einmitt núna með 4 stigum sem mesta forystan. En þá erum við klár í að halda leik áfram. Já, Fílíp með fína uppgjöf, vel varist þarna og hvað gera þeir hér? Setja henni hávörðuna niður, Káa náði ekki að koma sem bolta yfir netið aftur og 12-9 er staðan. Já, Kristinn Freyr er að hefja líka miklum krafti fyrir afturhendingu og einhver miskilningur hérna á Káa-liðinu og þetta var auðvelt stig hjá honum Alexander. Þurfti ekki að hafa mikið fyrir að ýta þessum bolta niður. En já, mér sýnist Pjótr kempist í gríðarlega öflugu smassari, ekki ætla að taka þátt í þessum leik, bara einbeita sér að þjálfuninni. Spilaði stórt hlutverk í sigri gestanna í gær. Hérna er Káa-lið að skora gott blokkstig, 13-10. En já, ekki alveg hvað maður á að ráða í það, hvort að sé kannski bara ekki klári að spila 2 svona hörkuleiki á 2 dögum eða hvort það sé einhver meiðsli hjá kallinum. En hérna er missetnu uppgjöf hjá Kiri. Þrumar þessu í netið, 13-11. Arnar nær ekki að ráða við þetta. Ás frá honum Kristinn Frey. Hann minkar í 13-12 og hérna er glórulaust lestarfagn hjá gestunum. Það virðist vera mikil enska í blackinu að hafa eitthvað skemmtilegt fagn. Þeir eru skora ás, en þessi uppgjöf hins vegar gefur Káa stig. Kristinn skoraði þarna stig fyrir sikkvort liðið úr uppgjöfnum sínum. Já, Kiri bergar þessu og Fílíp upp og Matteo bendur inni. Gestunni vildu minna að þessi væri úti, en svo dómarinn er ekki á sama máli og Káa aftur komið 3 stigum yfir. Það er svolítið sveiflur í þessum leik. Og hér kemur fínt færi en frábærlega gert hjá Sigþóri. Það hefur ekki margir skorað úr þessu. Sigþór er líka landsliðsmaður eins og Lexi sem er að koma uppgjöfuna hérna. Það er upplifið strákar í okkar röðum hérna og þetta er frábær hávörn, Mason, Kastner og Matteo geggjar hérna. Káa-lið er að spila virkilega góða hávörn núna, komið með 4 stig úr hávörninni sem er ábyggilega bara álíka mikið og í öllum leiknum í gær.
ef ekki bara meira. Þetta endaði 3. Einhver misskilningur hérna og þetta var auðvitað stig fyrir gestina. Höggva hérna á smá stiga runnu hjá Káa. Staðan 17-13. Og hérna þriðji ásinn hjá gestunum. Það ekki amalegt. Já, greinilega stemning á kvennaliði Aftureldingar. Taka virkan þátt í þessum ásfögnum. En þessi uppgjöf hins vegar ekki yfir og Káa-liðið leiðir 18-14. Ég segi minni fólk á sem hérna fyrir norðan að fylgjast með Káa TV til að bara drífa sig í Káa-milið. Gaman að hafa eitthvað af fólki þegar bikarinn fyrir á loft. Strákarnir er búin að vera magnaðir í vettur. Ég segi það tap í gær var aðeins annað tap liðsins í vettur. Frábær uppgjöf hjá Matteo, þeir bjarga þessu virkilega vel gestirnir. Hér kemur Sigþór með laumu. Þeir þessu þó frekar auðvitað og ok. Og hér kemur Mason, skorar þægilegstig. Það bara svo ótrúlega erfitt að verjast þessu. Fílip með hárnákvæmt uppspil og Mason gríðarlega hátt uppi og ég held að það séu ótrúlega fáir á landinu sem að geta varið svona spili á Káa-liðinu. En hérna svaraði fyrir sig gestirnir. 20-15. Alexander fyrir í uppgjöfuna. Búinn að eiga fína leik. En það samt ekki nóg. Káa leiði með 5 stigum og virðist hafa gott tak á þessari fyrstu hrinnu. Hér kemur Sigþór með svakalega neglu beint á Alexander sem gat nú lítið gert í þessu og Káa-liðið stefnir hraðbyrji á að taka 1-0 fórustu í þessum leik. Sigþór fyrir svo sjálfur í uppgjöfuna. Flott hávort í Káa-liðinu, fáið svo þægilega bolta yfir. Hauki Mikiri, bombar þessu niður og þráttir ágætisvörn hjá Kristni þá þessi öruggt stig fyrir Káa-liðið 22-15. Og raunin bara spurning hversu stór sigur Káa verður í þessari hrinnu. Sjáum það vindtökum að frá RÚV mættur á svæðið. Það gríðarlega jákvætt. Gaman að sjá það að Blakki fái einhverja umfjöllun í fréttunum í kvöld. Hrósum RÚV kærlega fyrir það. En hérna kemur gott stig á Alexander. Þeir eru svolítið að leita honum í þessum leik, gestirnir, og skildur svo sem engan undra. Það að byrja leikina krafti. Þá var það Ólafur Örn sem fer í uppgjöfuna. Jájá, Sigþór kemur þessu upp og Jari Kiri. Og þetta á Káa. 23-16. Það skrefi nær þessu 25. stigi. Kemur Mason. Jájá, fín og örugg uppgjöf og hér fínt smass hjá Kristni í háhornina og út af. Þannig að Afturelding á þetta stig. Gefast ekki upp þó að staðan sé erfið. Það alltaf Blak þannig íþrótt að hrinnan alltaf aldrei búinn þó að staðan sé orðið slæm. Hún getur ekkert haldið bara forskotinu. Hérna kemur Edvard Konstantín. Jájá, Arnar sér við þessu og hér kemur fínt smass hjá Lexa og Lexi fær svo aftur tækifæri og hann nýtir setjum tækifæri vel. 24-17. Mér finnst miklu skemmtilega fylgst með Káa-liðinu í dag. Menn er að hafa mjög gaman að þessu og létt yfir þeim og
Einfalda bara leika sér að spila skemmtileg blag. Aftur, massagestinir í hávörðuna og út. Þannig að þetta ekki alveg búið. Kemur Pjotr Kanja. Þetta ekki erfitt fyrir Kiri og Kiri þrjumar svo sjálfur niður. Virkilega skemmtileg flétta að Káa-liðinu þarna. Og Káa vinnur frekar örugan 25-18 sigur í þessari fyrstu hrinu. Tekur það með 1-0 forystu í leiknum. Já. Svo sem bjóst nú við því að Káa-liðið myndi mæta töluvert betur til leiks hér í dag heldur en í gær. Sjáum hérna hvernig stigin röðust. 16 smörstig hjá Káa, af þessu 25, 12 hjá gestunum. Sjáum svo að Káa-liðið skorar 4 stig úr blokk, sem eins og segi, ég held að sé meira heldur en í öllu leiknum í gær. 5 mistök hjá Mosfellingum sem gáfu Káa stig, 3 hjá Káa, 3 missetnar uppgjafir hjá gestunum, 1 hjá Káa og já, sko Káa-liðið gerði töluvert mikið af mistökum í gær og svona virkaði ekki alveg í takti. Það virðist vera búið að skrúfa vel fyrir það. Allt annað að sjá til liðsins núna þessari hreinu og vonandi bara að þetta sé það sem koma skal hér í dag. Sáðanir sæki bara frekar þægilegan og örgan sigur. Allavega eins og segi, miklu skemmtilega að fá bikarinn eftir sigurleik, ekki eftir einhvern slagan tapleik. Já. Minnum svona á að það hörkuleikur hjá konunum í kjölfarið. Klukkan 3, allar samkvæmt plani. Spurningu hversu langur þessi leikur verður. En hann settur klukkan 3, leikurinn hjá Káa afturrýtingum í Sóknardeild kvenna. Svo minnum við náttúrulega sjálfsögðu á að Káa TV sýnir Þór Káa Stjörnuna í Lengjubikar kvenna í fótbolta klukkan 16:30. Hann fer fram í Boganum, þannig að þið sem eru hérna fyrir norðan endilega drífið ykkur í Bogan á eftir eða fylgist bara með Káa TV. Gríðarlega mikið að vera á Káa TV þessa helgina. Stefnumót í þriðja flokki karla í Boganum. Allir leikir þar sýndir beint á Káa TV. Í gær sýndum við 2 leiki í Blakinu. Ásamt því að sýna Káa Val í Lengjubikar karla í fótbolta. Og í dag sýnum við þessa 2 Blakleiki og líka leik Þór Káa í Lengjubikar kvenna í fótboltanum. Þetta eru eitthvað 40 klukkustundir sem að Káa TV að senda beint þessa helgina. Það þá ég segi sjálfur frá, ótrúlega tölfræði að sýna svona gríðarlega mikið magna af íþróttum og allt beint. Svo þetta allt aðgengilegt líka eftir á YouTube, Rás Káa TV. En þá erum við loksins að fara að hefja þessa aðra hrinu. Káa-liðið mun hefja leik. Það Filip Sjevsik sem mun hefja þetta. Hann misti svona aðeins hausinn í gær, Filip. En virðist vera rólegur og góður í dag, sem magnað. Og hérna skorar hann bara ás. Hann eftir ekkert mikið að skora sjálfur, en skorar hérna fyrsta ás Káa-liðsins. Og spurning hvort að Káa-liðið nái að koma sér í góða fórustu strax í upphafi. Frábært blokkstig hérna, Lexi og Matteo öflugir hérna. Gríðarlega stór og góð hávörð sem Káa-liðið hefur hérna. Filip aftur og já, nú skil ég ekki alveg hvað gerist þarna. Það dæmir endurtekningu. Já,
Ég sem held að vera frekar örugt stig sem að gestirnir var að fara að fá þarna. Nei, Sigurbjörn Árni dæmir endurtekningu. Þannig að staðan ennþá 2-0 fyrir KA. Og hérna frábær hávörn aftur. Gríðarlega erfitt að koma boltanum fram hjá KA-liðinu þarna. Og strákarnir að byrja þetta virkilega vel hérna. Ætti að sig greinilega ekki að gefa neitt eftir. Og hérna fær KA ódýrt stig. Lína dæmd á gestina. 4-0 fyrir KA í þessari hrinu. Stelpurnar mitt byrjuðu gríðarlega vel í 4. hrinu á móti í gær. Þær komast í 9-0. Spurning hvort sáðin komast eitthvað í líkindu við það. Frábær vörn þarna á Kjartan. Þessi bolt ennþá í leik. Guðjón Matteo. Þetta geggjað smass. Hann að koma okkur í 5-0. Og ég held að sé nokkuð ljóst að KA stefnir Hraðbergi að vinna þessa hreinu. Við halda þessu áfram. Já, Fílíp velvakandi. Og fín lauma þarna. Verjast þessu gestirnir. Gefins bolti yfir og Fílíp upp á Kiri og Kiri skorar. Þetta frábær spil á KA-liðinu. Staðan orðin 6-0 og þá taka gestinni leikli og skildir henni engan undra. Frábær spilamennska á KA-liðinu. 6-0 yfir og ég held að það verði gríðarlega erfitt fyrir gestina að brúa þetta bil. KA-liðið einfaldlega klárt í slaginn og þegar menn eru mættir svona vel til leiks þá það rosalega fáið sem standa okkar liðið í snúning. Það bara þannig. Já, langt leikli hjá gestunum. Ekki hvað Pjótr að leggja upp með. Svolítið breyting á liði gestana. Við höfum ekki séð neitt til Pjótrs og Radoslav heldur. Hérna skoraði fyrsta stigi sitt þessari hreinu. Það var laglega gert. Fínt uppspil og hörkusmass þarna og þeir eru komnir á blað Mosfellingar. Hilmir Berg fer þá í uppgjöfuna. Já, ekkert að þessu. Hér kemur Matteo, flott lauma og hann skorar. Þetta alltaf mínu uppáhaldsstig þegar menn koma með góða laumu. Og samkvæmt mínum kokkabókum þá þetta fyrsta lauma dagsins. Hér kemur Kiri, frábær vörn en KA-liðið fær þennan bolta og Matteo setur hann í hávörn, nei, setur hann bara beint út. Hann brosir nú bara að þessu. Já, létt skipting, Hilmir Berg fer út og inn kemur Pjótr Kanja. Við bíðum svo bara eftir að Kristinn Freyr fara í uppgjöfuna. Já, kemur hún. Hún fín, KA-liðið Vestarsins sem var og Sigþór. Hann var einfaldlega að loka á hann hérna. Magna blokkstig á gesturum, fyrsta stig þeirra sem þeir skoru út í blokk. Já, lásu þetta vel gestirnir. Þeir eru svona, koma sér betur, já, ég var ekki svona klára orðið að þeir verið koma sér betur inn í þetta, þá kemur þessi uppgjöf of löng og KA 8-3 yfir. Lexi fer þá í uppgjöfuna. Hún fín og koma hann hérna yfir. Hér kemur Fílíp og á Sigþór og aftur sjáðu við honum.
og Káaliðin ekki komin boltanum yfir í kjölfarið. Ég ætla bara að segja að þetta hafi verið blokkstig hjá gestunum. Já, þeir gefast ekki upp, enda náttúrulega engin ástæða til annars. En nokkuð ljóst að þeir þurfa að ná nokkur stigum í röð og helst sem fyrst. Það er erfitt að elta. Og þessi bolti upp í loft. 9-4 fyrir Káa. Þetta er svona virðist vera að haldast í 4-5 stigu núna. Hér kemur Matteo. Já, verðast þessu og koma boltanum yfir. En boltinn endar úti. Og Káalið þurfti ekki að hafa mikið fyrir þessu. Spurning hvert að skulum skrá þetta sem mistök að boltinn hafi endað úti. Kannski ekki alveg típiskur ás. En Matteo fann fljótt að þessi bolti var ekki að fara yfir. Og snöggur að bölva þarna. Önnur uppgjöfun sem Káa klúðrar í þessum leik. Filip á Mason, Kastner og Mason þrumar þessu niður. Þetta er sem er svo gaman að Filip, hann er svo ótrúlega góður eins og magnað yfirsýn að hann er rosalega góður í að velja hvenær hann á að sitja hann á kantinn eða sitja hann á miðjuna eins og þarna á Mason. Svo þegar þú hefur jafn öfluga sóknarmenn og Káaliði með þá er gríðarlega erfitt að verjast þeim. Já, beint net á gestina, þannig að Káaliði fekk þetta stig, 12-5. Klaufalegt hjá gestunum. Og kemur Sigþór. Já. Og frábær hávörðun Káaliðinu, en þeir halda þessu gangandi. Kemur Filip og Kiri, já, þeir verðist þessu vel, flott rally hérna. Og Sigþór, Filip og Mason og gríðarlega erfitt að verjast þessu. Kjartan gerir sitt besta en Mason einfaldlega slóði þennan bolta það ótrúlega fast að það er gríðarlega erfitt að hafa einhverja stjórn á hvert boltinn fer þegar að fara svona bolta á þig. Og já, að taka þér leiklega gestirnir. Kannski ekki renna aðeins yfir tölfræðina í þessari hrinu til þessa. Sjáu þið á, 13-5 er staðan. Káa búið að skora 5 smarstig gegn aðeins einu hjá gestunum. 1 ás, 1 lauma og bæði lið búin að skora 2 stig eftir blokk og 4 stig sem að Káa hefur fengið eftir mistök hjá Mosfellingum. 1 mistök uppgjöf og ekki 3 stig sem að gestinni hafa smassað einfallega út af. Og já, við svona finnst Káa-liðið einfallega bara hafa gott tak á þessum leik. En nú þessa fyrstu hrinu tiltölulega samfærandi og eru með gott tak á þessari hrinu til þessa. Já, þessi bolti gefur Káa enn eitt stigið, 14-5. Og hér hins vegar fínt stig hjá gestunum. Arnar Már reyndi sitt besta að verjast þessu en það var fast og örugt. Verður þessi, gaman að sjá hvort að Mosfellingar ná einhverju áhlaupi. En þessi er rétt úti hjá Mason. Tvö stig í röð hjá gestunum sem að ná aðeins að laga stöðuna en það þarf meira til. Kemur
Þessi uppgjöf í neti hjá Ólafi og Káaliði fær hérna útistig 15-7. Kemur Mason, sjá hvað hann gerir. Þetta er virkilega flottur ásjá honum, flott svif á þessum bolta og erfitt að verjast þessu. Kjartan reyndi sitt besta en ég veit ekki hvort hann hefði misreitnað hann eða hvort það hefði bara verið flugið að boltanum svona erfitt. Og svo kemur þessi bolt eins og var úti hjá Mason. Þá kemur Arnar aftur inn á. Já, Filip og bombar þessu niður svo að Lexi í kjölfarið. Þetta virkar einhvern veginn svo ótrúlega auðvelt þegar strákarnir eru í gírnum. Arnar varðist þarna beint á Filip. Filip fljótur upp á Lexa og Lexi bombar þessu niður. Það er rosalega einföld íþrótt þegar menn eru að gera þetta svona eins og Káaliði. Og hérna fáum við þægileg stig, þessi úti. Þannig að Káaliði 10 stigum yfir núna. Filip, uppgjöfina. Já, þeir verðast þessu. Kom boltanum ekki yfir svo í kjölfarið. Kristinn hérna. Veit ekki hvort hann hefði missetnað boltan eða hvað. En já, Káaliði einfallega stinga af hérna 19-8. Filip. Já, þetta er öruggur ás. Ekki alveg hvað Kjartan hélt að þessi bolti myndi enda. Hann var held ég allan daginn inn í þessi. Og þriðji ás Káaliðsins í dag. Kemur Filip aftur. Sýtur hann bara nákvæmlega sama stað en núna er Kristinn klár. Nei, Kjartan verið ekki. Hér fær Káaliði stig, tvíslag á gestina. Þetta er orðið ansi örugt í Káaliðinu í þessari hrinu. Stefna Hraðbergi á að leiða 2-0 og hérna eru mistök hjá Kjartani. Fjórði ásinn að Káa og já, strákarnir að leika sér að gestunum. Nei, þessi bendur inni. Já, ég held að það sé bara rétt. Held að hann hafi lent beint á línunni þessi. Þannig að þeir ná að laga aðeins stöðuna þarna. 22-9. Stærsta spurningi þessari hreinu hvort að gestirnir fara í tveggjastafa tölu eða ekki. Kemur uppgjöfin frá honum Pjotr Kanja. Og þetta er úti hjá Lexa. Nýrist er alveg miður sem yfir þessu kallinn. Og Mósfellingar komnir í 10 stig. Þeir náðu tveggjastafa tölunni. Kemur Pjotr Kanja aftur. Matti að sé yfir þessu Filip upp og Lexi. Já. Þetta var ekki nægilega gott hjá okkar mönnum. Staðan 22-11 núna. Það meins ég ekki að sé aðeins hvað það er að missa einbindingarna núna. Staðan gríðarlega góð. Þá er þetta kemur Lexi bara að svara þessu strax aftur. 23-11. Við erum bara að fara að klára þessa hreinu. Það er svo sem vill nú oft verða að þeirra lið vinna þægilega sigur í hreinu og þá mæta menn eitthvað værukerrinni þegar næstu. Vonum að svo verði ekki núna. Menn séu bara í gírnum og klárina leik á fullu gasi. Hérna er flott hávörn hjá gestunum. Þeir Sigvaldi og Alexander loku hérna vel á Matteo. 23-12. Spurning hvort að Káaliði fari eitthvað að rótera mannskaptum meira þegar líður á annan leik. Frábærlega gert hjá Filip.
tegði sig þannig í boltan, sett hann upp og Alexander var ekki lengi að lesa sem að Filip var að gera og þrauma þessi bolta niður. 24-12 og nú þarf Káa bara 1 stig í viðbót. Spurning hvað Lexi gerir í uppgjöfinni. Já, hún er virkilega föst og góð þessi uppgjöf og þetta er Ás og sem gerir út þessa hrinu. 2-0 fyrir Káa, 25-12 sigur þessari hrinu og þetta var aldrei spurning. Káa-liðið komst í 6-0 og gestirnir áttu fá svör við sterkum leik okkar liðs. Skulum við kíkja á tölfræðina í þessari hrinu. Sjáum við 25-12 sigur Káa, 8 stig eftir smöss, 3 hjá gestunum, 5 Ásar sem er ansi vel gert, 1 lauma, 3 blokkstig á gestunum, 2 á Káa-liðinu, 9 stig sem að Káa-liðið fær eftir mistök hjá Mosfeldingum, 6 hjá Káa hins vegar og já, 2 missetnar uppgjafir hjá báðum liðum. Káa skorar mest 6 stig í röð og leiddi mest með 14 stigum, vann hins vegar með 13 stigamun og þetta, já, lítur bara ansi vel út. Sjáum hérna heildar tölfræði í leiknum til þessa, 25-18 og 25-12 sigrar til þessa og já, Káa-liðið bara runni betra í öllum tölum. Sjáum við að gestirnir hafa gert fleiri mistök bæði í uppgjöfum og í venjulegu leik og það þarf ekki alltaf líka mikið að gerast ef að þeir ætla að snúa þessum leik við. Maður skildi þó aldrei afskrifa Mosfellingana. Við tókum hérna smá pásum með að bíðum eftir að þriðja hrina hefjist. Já, þá okkur ekkert að vanbúin að fara að hefja þessa þriðju hrinu. Tvö 0 staða hérna hjá Káa og hefðir halda þessari spilamennsku áfram þá stefnir allt í að vinni frekar þægilega 3-0 sigur hér í dag. Svara þá fyrir þetta 3-1 tap í gær. Hér Lexi með virkilega gott smass og hann svarar svo aftur og skorar. Annars skiptið í þessum leik sem að Lexi kemur með smass, vörnin verið beint aftur til Lexi þannig að Lexi fljótur aftur upp og neglir þessu niður. Mikil snerpa sem þarf í að geta svarað strax aftur með smassi og þetta hins vegar úti. En var snerting í hávörninni þannig að þetta stigar gestana. Sigurbjörn Árni ekki neinu vandræði með þetta. Gríðarlega góður dómari og bara góður í því sem hann tekur sig fyrir hendur kallinn. Mjög skemmtileg karakter. Og hér einhver misskilningur milli Filip og Lexa og afturræting leiðir núna 2-1.
ekki búið neitt sérstaklega mörg mistök hjá KA-liðinu í þessum leik, allavega alls ekki með að vera leikin í gær. Hér kemur bara tilraun 2 hjá Filip og Lexa og þessi gefur stig. Eins og þessi sóknar lína sem KA-liði hefur gríðarlega öflug og þessi ótrúlega fáliði sem að geta varist KA-liðinu þegar menn eru að spila eins og menn. Og hérna ás frá Lexa, 7. ásinn af KA í dag. Gaman að sjá að svona aðeins meira fólki byrja að streyma í húsið. Minni alltaf á að ef við erum hérna fyrir norðan, drífið fyrir KA-lið, hillum liðið okkar sem að verða deildameistari hérna, eða orðindir deildameistarar, að fá bikarinn. Hérna sjá gestirnir við honum Sigþóri. Já, það sýndist að vera Alexander sem að tók þessa blokk. Þá það hann Sigvaldi með uppgjöfuna, hún auðvelda yfir eiga og í kjölfari náður ekki að verjast þessu og KA-liði komið aftur yfir. Matteo, já, vel gert hjá honum Kjartan hana og KA-liði gera þetta frábærlega. Kiri svo í kjölfarið, já. Það tegja sér langt aftur hérna Alexander en KA-liði verst þessu og frábær hávart svo hjá Alexander í kjölfarið. Alexander Stefánsson, já, búinn að vera gríðarlega öflugur fyrir gestina í þessum leik. En þeir þurfa á meiru að halda gestinir ef þeir ætla að koma tilbaka. Arnar hérna upp á Filip og Sigþór nær ekki smassinu og einhver misskilningur þarna og þetta var klaufalegt. KA-liði aftur yfir 5-4 núna. Veit ekki alveg hvaða misskilningur var þarna hjá Mosfeldingum. En þeir skora eins og hér, gott stig. Ólafur Örn Thoroddsen þrumar í hárnina og út. Las þetta vel. Það svona eins og ég nefndi á hann, það vill sem þú gerast að vinna öruggan sigur í hrinu og þá verður meiri spenna yfir í næstu. Og hérna ásjá nú Ólafi. Kiri mislast hennar bolta eitthvað og Ólafur Örn skora hann á 2 stig í röð. Ekki amalegt og hér kemur hann aftur. Arnar sér við þessu og hér kemur Matteo og hann setur hann í í gólfið. Jafnar í 6-6. Endaði þessu í netinu við vegginn en tala kannski ekki mikið það í blækinu að hann sé að fara í netið. Hér fær KA stigið, já. Já. 7-6 fyrir KA-liðinu og spurningu hvað þeir sé að fara að ná einhverju smá rönni núna sem hann að skilja gestina eftir. Nei, það gerum við náttúrulega ekki svona. Kastner með þessa uppgjöf í netið. 4. uppgjöfun sem fer forgörðum á KA-liðinu í þessum leik. Þannig á spurningin sem segi hvort KA-lið muni eitthvað dreifa álæginu meira. Hérna Kiri að skora gott stig. Ég var ánægður með innkominu hjá flestum strákunum í gær. Og sérstaklega ánægður með hann Þorvald Martin Jónsson sem mér fannst nýta tækifæri gríðarlega vel. Svo náttúrulega Fúsi okkar líka sem að gerði margt gott líka. En svo sem kannski
hugsunin hjá Fílíp að taka hennar leik bara á fullu gasi með aðliðinu. Hérna gerir Arnar Már virkilega vel og í kjölfari kemur Kiri með smass í netið sem skoppar hérna af netinu og út af. Þannig að staðan er 9-8 fyrir KA. Þeir eru að ná að hanga í KA-liðinu núna, leikmenn afturhaldingar. Og sýnist nú bara að Pjótr kempist í þjálfari vera ansi bara sáttur með allavega hvernig þessi hrein er að byrja. En hérna fær KA góð stig. Aftur smassa Kiri núna í netið, en í þetta skipti gaf þetta stig. Það er svolítið gaman að í gær þegar leiknum lauk hérna með 3-1 sigri afturhaldingar í gær. Pjótr fagnaði gríðarlega fyrir framan myndalinn hjá KA TV. En ólíklegt að ná að fagna aftur í dag. Þetta var Matteo að skora smass fyrir KA, 11-8. Kemur Kiri en Hessi í netið. Og KA búið að jafna gestina í misjöfnum uppgjöfum, 5-5. Staðan þar. Og þetta er geggjaður ás. Kristinn Freyr setur hann í netið og lullast einhvern veginn yfir hérna. Spurning hvort að KA-liðið sé meira vakandi fyrir þessu núna. Það er rosalega erfitt að ná tveimur svona í röð. Þetta gerir hann það ekki. Ekki kemur Sigþór og Sigþór klárar þetta krafti. Þannig að voru þetta einhverju 2-3 boltar núna hérna undan sem að boltinn barst til Sigþórs og hann var náði einhvern veginn ekki alveg að stökka nægilega upp til þess að smassa. Hann þurfti að setja hann örugt yfir. Núna fekk hann betra tækifæri og hann klárar þetta af miklum krafti. Hérna er frábær hávörn Mason og Sigþór koma KA-liðinu aftur 3 stigum yfir. 13-10. Ég segi þetta er síðasti heimaleikur strákana í deildinni. Eftir eru svo 2 leikir að minnir í Neskaupstað, Þrótti Nes. Hér skorar Matteo. Hann komið með til KA frá Þrótti Nes. En eins og spennan í deildinni er ekki lengur allavega toppsætið, en Mosfellingar eru að berjast krafti 3. sætið. Eins og ég sagði í gær, það vill vantarlega ekkert lið lenda í 4. sætinu ef það er möguleika í 3. sem að 3. sætið mætir HK í undanúrslitum Íslandsmótsins, en 4. sætið keppir gegn KA. Og ef ég segi bara hreint út, það eru heldur voðalega litla líkur á að lið ná að standast KA snúning í baráttu upp á að vinna 3 leiki til þess að slá minn út. KA-lið er einfallega gríðarlega vel mannað og á góðum degi þá einfallega eru þeir að valta yfir flest liðin í deildinni. Svo einfallega baráttan í kjörís-bikarnum líka framöndan. Það er KA í 8 liða úrslitum bæði karla og kvenna. Man ekki alveg hvenær það er sem að þeir leikir fara fram. Hér kemur flott smass hjá honum Alexander Stefansinni, setur hann í hávörnina og út, þannig að hann er að minnka muninn 15-11. Já, KA á sem sé útileik gegn Hamar í Hveragerði næstu helgi í 8 úrslitum bikarsins. Röng uppstilling á KA-liðinu og þetta er klaufalegt. 15-12. Þetta, já, á KA-liði ekki að
láta gerast. Kvennaleg KA spilar hins vegar gegn Þrótti Reykjavík í Kjörisbikarnum á föstudaginn. Það er heimaleikur hérna í KA-velunu. Verður áhugað að sjá hvernig það fer. Stelpurnar ætla sér klálega bikarinn. Rétt eins og strákarnir sem að skora hérna gott blokkstig. Mason Kastner vel á varðbyrgi. Já, 17-12 fyrir KA. Stefnir allt í að við fáum deildarbikarinn á loft bara innan skams. Hér kemur Sigþór með smass í hávarðana hjá Alexander og út. Þannig að KA er komið í 18-12 og gestinni virðast hafa fá svör við góðun leik okkar liðs. Stefnir þá allt í að kvennaleikurinn byrjist bara kl. 3. Hann gæti minst að byrja fyrr fyrst það er að enda svona snemma hjá okkur. Hér með Filip og Matteo og frábær smass. Piotr Kania reyndi sitt besta. Það var ekki nóg. Þetta gríðarlega fastu bolti og erfitt að stýra svona. 19-12 fyrir KA. Og þá er skipting. Hann gaman að þessu. Kiri fer út af og inn á kemur Þorvaldur Marteinn. Eins og ég sagði, hann átti flotta innkomu í gær og spennandi að sjá þetta. Hann ái eitthvað láta til sín taka þessum leik. Hér kemur smassið, frábær hávörn hjá Mason Kastner. Sér hérna við honum Ólafi Erni. 20-12, KA búið að skora 5 stig í röð núna. Er að stinga af og stefnir í 3-0 sigur KA. Frábær hávörn enn og aftur Mason Kastner. 10. blokkstig KA í leiknum og þetta Mason eigi svona 6 eða 7 af þessum 10 stigum. Geggjaður leikmaður. Og hér kemur Matteo. Eins og við minnum á bikarinn fyrir loft núna. Svo í kjölfarið leika svo stelpurnar og hérna flott laumusti hjá gestunum. Þeirra fyrsta í leiknum. Ég er mjög gaman að ég hérna hlæja með bara þessu. Enda staðan ansi góð fyrir KA-liðið. Þannig að engin ástæða til þess að fara yngra fílu við þessu. Hérna kemur Alexander Stefánsson. Fínu uppgjöf sem að arna sér við. Filip upp og Sigþór. En þessi er úti. Já, fín stað sem að Sigþór var hérna í en smassið því miður út hjá honum. Þannig að það er ennþá einhver möguleiki fyrir gestina þó að hann sé nú ekki mikill kannski. Hérna kemur Sigþór aftur og hána skorar hann. Setur þetta í hávörðun út. Þetta er eina vitið eftir svona smá miðstök að fá bara tækifæri beint aftur og nýta það jafnvel og Sigþór gerði þarna. Þannig kemur hann í uppgjöfina, setur hann nettið. Þannig að munurinn helst í þessum 7 stigum. 7. uppgjöfin er svona KA klúðrar í þessum leik. Samt er alltaf svolítið fúlt að svona uppgjöf klikkar. Hérna kemur Filip og á Matteo. Flott hávörn á gestunum en KA heldur sig gangandi og hérna kemur Þorvaldur. En slæðir hann út og staðan árið 22-16. Eða hvað? Nú var ég að uppfæra stigatöfluna. Ég sá ekki alveg hvað gerist þarna. Dæmdan sem sé að það hefði verið snerting og KA-liðið þá fengið þetta stig. Jæja, þá bara breytum við því. 23-15.
Já, 23-15 fyrir Káa. Gestum voru ekki sáttir með þennan dóm. Mér sýnist að já, einhver smá reikistefna hérna. Já, styttist í að bikarinn fara á loft. Þessi leikur búinn að spilast ansi hratt. Lagleikirnir stundum tekið 2,5 til 3 tíma. Þessi leikur virðist ætla að vera bara rétt rúmlega klukkutími og hann takaði leikhlé 23-15 fyrir Káa og bara spurning hversu stór sigurinn verður. Við munum að sjálfsögðu fylgja eftir því þegar bikarinn fer á loft. Og svo minnum við náttúrulega eins og segja á kvennaleikinn Káa Afturreiðing klukkan 3. Stelpurnar koma sér aftur á toppinn í Vesunudeild kvenna með 3-1 sigri í gær. Eru einu stigi fyrir ofan HK. Þar eru 5 leikir eftir. Mjög mikilvægt að stelpurnar haldi áfram að hala inn 3 stigum. Þurfa að gera það aftur núna. Eiga svo hvað? Ég held að segja Þróttur Reykjavík sem er eiga eftir úti, hérna heima. Og svo í kjölfarið 2 síðustu leikirnir eru Þróttur Nes í Neskaupstað, á Neskaupstað fyrir ekki. Og það er gert að vinna 2 örugga sigri á Neskaupstað, en það væntanlega bara það sem liðið þarf að gera til þess að hampa þeim stóra, eða þeim stóra, allavega deildartillinum. Já, smá álagaðum Sigurbjörni Árna og Gunnari Garðarsinni, dómarum þessa leiks. Já, við bíðum bara eftir að leikur fara aftur af stað. En já, svo minnum við alltaf líka á leik Þórs Káa og Stjörnunar í Lengjubikar kvenna í fótbolta sem hefst klukkan 16:30 í Böganum. Líka í beinni á Káa TV, þessi gríðarlega mikil dagskrá á Káa TV þessa helgina. Hvað, tæplega 40 klukkutímar í beinni útsendingu föstudag, laugardag og sunnudag. Þannig að þetta er nú ekki einsdæmi. Það hafa verið nokkrar svona stórar helgar. Þetta er mikið líf í kringum Káa. Hvort sem það er handbolti, fótbolti, blak, júdó eða spaða íþróttir eins og badminton og tennis. Þannig að já, ég mista því þegar Káa fengið stig fyrir mótmæli gestana. En svo kemur mismunandi uppgjöf hjá Mason Kastner. Staðan er 24-16. Káa vantar 1 stig til að klára hennar leik, 3-0. Spurning hvort það komi hér. Nei, þessi uppgjöf er örugg. Og hér kemur Þorvaldur. Æja, ok, áfram með þetta og vel gett að Sigvalda þarna.
Sá að boltinn fór aðeins of langt frá Fílíp og Sigvaldi klárar þetta. Þá fer Edvard Konstantín Bors aftur í uppgjöfuna. Þorvaldur, það er að vera þessu og erfið það Sigþóri þarna. Þeir kefast ekki upp gestirnir, 24-18. Aðeins mistöknum káliðinu núna. Svo menn séu svolítið að styrja klára þetta með glans, þetta síðasta stig. En það var bara einfallega svona. Þessi uppgjöf út af og káliði vinnur 25-18 fyrirgefi. Frábær sigur káaliðsins, staðreynd. 3-0 sigur í þessum leik og hér er bikarinn að fara á loft fyrir það að vinna deildina. Skýt að ég hef ekki búin að sjá bikarinn í húsinu allavega. En við skulum renna aðeins yfir tölfræðina í þessari þriðju og síðustu hreinu. Frábær sigur að káaliðinu 25-18 í þessari hreinu, 14 smöss gegn aðeins 5, 2 ásæðar hjá báðum liðum, 1 laum að gestunum, 4 blokkstig, 6 stig sem Káa skorar eftir mistöki á gestunum, 8 stig sem að gestunir fá hins vegar eftir mistöki á okkar liði. Og þetta var eiginlega aldrei spurning þessi leikur. Káa-liðið einfaldlega töluvert sterkari aðilinn. Við skoðum kannski bara tölfræðina í leiknum í heild sinni. Sjáið, Káa vinnur 25-18, 25-12 og 25-18 aftur. Skora næstu í tvöfalt fleiri stig eftir smöss heldur en gestirnir. 7 ásæk gegn 5. Vísu jafnt í laumum 1-1. Blokkstig 10 gegn 4 og 20 mistök á gestunum gegn 17 á Káa. Þannig að sjáu það að Káa er yfir í öllum tölfræði þáttum fyrir utan laumur og það er bara einfallega munurinn. Bara Káa-lið var einfallega bara sterkara á öllum sviðum í dag. Rétt eins og gestirnir voru sterkari í gær. Og hér fær We Are Champions með Queen að óma. Strákarnir búin að vera frábærir í vetur, búin að vinna alla leikina nema 2 í deildinni og leikurinn í gær var náttúrulega hérna svona furðulegur í rauninni. Aðal leikmenn Káa spiluðu mjög takmarkað eða jafnvel ekki neitt og ungu strákarnir sem hafa verið að bíða eftir tækifærinu gerðu sitt besta, en Mósendingar eru hins vegar með sterkt lið og þeir unnu 3-1 sigur. En við skulum kannski fara að zooma meira inn á okkar lið. Já, frábært lið sem við höfum hérna. Lentu í 5. seti á Nefsa Evrópukeppninni á dögunum. Strákarnir unnu 2 leiki af 3, voru gríðarlega óheppnir að komast ekki undanúrslitin og sýnt það á sanna að þeir eru með gríðarlega öflugt og sterkt lið sem að ætti að sér klálega að verja alla titlana sem hafa unnust í fyrra. Káa þrefaldur meistari á síðustu leiktíð og eru komnir með deildarmeistaratitilinn þetta árið. Sjáum hérna Ingvar Má Gíslason, formann Káa, afhendaði blóm strákunum. Þau sem að þeir fá gullmedalíu um hálsinn. Þetta er gaman að sjá.
Það býður eftir að bikarinn sjálfur fari á loft. Við sýnum svo eftir leik KA og Aftureldingar í kvennabaráttunni. Það er gaman að sjá hvernig það fer, en hérna er bikarinn að koma til strákarna. Það er Mason Kastner fyrirliði sem að fær að lyfta bikarnum. Og skemmtilega myndir hérna. Einfallega lang besta lið í deildinni þennan veturinn, ekki nokkur spurning með það. Þessi sigur í deildinni, eins og bara tímaspil hvenær hann er tryggður, hann var tryggður fyrir þá nokkuð síðan. En fá að sjálfsögðu bikarinn hérna að loknum síðasta heimaleiknum, og gaman að sjá líka fyrsti maður yfir til þess að óska strákunum til hamingju er Pjotr Kempesti. Það vann ófáa titlana með KA, hann Pjotr er núna að vinna flott starf hjá Aftureldingu. Hér sjáum við KA-liðið að raða sér upp. Þórir Tryggvason ljósmyndari stýrið með þetta harðri hendi að raða þeim upp. Frábær ljósmyndari sem að tekur og ótrúlega mikið að myndu fyrir KA, og hans framlag til félagsins ótrúlega mikilvægt, og gott að hafa svona menn í kringum starfið okkar. En já, við förum ekki að fara að segja þetta gott. Hérna sjáum við líka að það er ljósmyndari, hann Björgvin góði frá RÚV. Það verður gaman að fylgjast með umfjöllun RÚV þennan sigur strákanna. En já, kvennaliðin mæta svo klukkan 3. Endilega stillið inn á KA TV aftur þá, og svo klukkan 16:30 þegar við sýnum beint frá Þór KA Stjörnunar í Boganum. Það gerast ekkert mikið stærri leikirnir í kvennaboltanum. En já, við förum bara að setja gott. Óskum okkar liða sjálfsögðu til hamingju með frábæran sigur, og við sjáumst að vörmu sporið þegar kvennaleikurinn byrjar. Takk í bili.